Heil og sæl, fallega fólk, nær og fjær. Ég vona að það fari nú vel og fallega ykkur undir teppinu. Föstudagsþátturinn kominn í loftið og við byrjum að vanda á því að kíkja aðeins á fréttir liðinnar viku að hvort við finnum ekki eitthvað skemmtilegt. Og til mín komin þau Ásthildur Sturludóttir og Ingólfur Stefánsson. Ingo, verið hjartalega velkomin. Takk fyrir. Takk. Gott að sjá ykkur. Sömuleiðis. Þið búin að setja nagldekkinu undir? Já, ég var nú að spá í það í morgun hvort ég ætti ekki að gera það. Er það ekki? Jú. Já. Ég get ekki sagt að ég fíli þessar hvítu nátthúfur á fjöllunum í kring. Nei, ekki heldur. Á sumarsólstöðum. Nei, alls ekki. Ég var að koma frá Stokkólmi og það svolítið óþægilegt að skoða mismuninn á veðrinu. Já. Þér finnst þú koma út eins og sigurvegari búandi í Stokkólmi? Já. Já. Ok. Með veðrið alltaf. Ég hugsa að við séum alveg á sömu bylgjulengd, sko. Þetta er ekki til að gleðja mann. Nei, en er þetta ekki bara tímabundið vandamál? Jú, við skulum vona þetta sé ekki. Já, þetta er bara tímabundið vandamál og svo bara kemur hið eðlilega Akureyrar veður. Er það ekki? Jú. Eins og á Facebook. Já. Geggjuð blíð á Akureyri. Alltaf, akkurat. Nei, við gerum ekki því skóna að það sé hlíðarfjall fara að opna, sko. Nei, alls ekki. En hérna, eitthvað títt í ykkar lífi og hvað fannst ykkur merkvart í fréttum? Í vikunni? Já, það er náttúrulega heilmikið að gerast hjá þér. Já. Til hamingju með ráðninguna. Já, takk fyrir það. Já. Takk fyrir það. Það er ekki hinn svokallaða gúrkutíð núna? Það er svolítið þannig, einhvern veginn. Já. Það er svona, ef maður horfir svona hratt og örugglega yfir, þá er það er kalt. Já. Það er stríð. Já. Það eru stýrivextir. Já. Já. Þetta er svona svolítið dómstagsfréttir þessa vikuna. Já, við erum svolítið þar. Svolítið þannig. Nei, það er ekki þannig flestar vikur. Já, kannski. En það er kannski verið þessa viku svona dálítið óhugnarlega fréttir líka. Já, líka skotárásir. Skotárásir og sem manni finnst vera mjög óhugnarlegt. Já. Og slys, mjög hörmuleg slys víða. Austan og sunnan. Já. Og svo náttúrulega mitt gamla faratæki Baldur. Já, það var vélavann á stjórnlaust. Já, vélavann á stjórnlaust, ekki fyrsta skipti. Nei. Kannski leiðir hugan að ferjunum í kringu landið og sérstaklega hérna í okkar sveitarfélagi. Já, nákvæmlega. Sem er það sem við erum komið með gamlar ferjur og sem eru orðnar lélegar. Til dæmis út í Grímsey. Já, út í Grímsey, alveg sérstaklega þangað. Þannig að þetta er svona mál sem maður bara svona fer strax að hugsa um. Já, þetta eru verkefni. Þetta eru stór verkefni, en svo er náttúrulega líka bara skemmtilegt. Við vorum að ljúka stóru helgi hérna á Akureyri. Júbilandahelgi, útskriftarhelginni, 17. júní sem var náttúrulega bara sérstaklega skemmtilegur. Já, þetta var, ég spái því að það hafi ýmsir verið eftir sig á mánudaginn. Mögulega. Ég meina það er bara til margs dásamlega helgi, klálega. Já. En þetta var mikil gleði þá og ég spái því að þessi dífa sem við erum í núna sé bara svona eins og í bíómyndum. Svo kemur sólarupprásin og allt verður dásamlegt. Já. En hvað er fréttur Svíaríki? Þú ert ritstjóri Kaffisins. Já, það passar. Er það ekki? Jú. Og þú kemur bara heim til að... Ég kom til að júbilanda. Já, ok. Þannig að það var gaman. Maður er ennþá að jafna sig, sko. Það var ekki bara mánudaginn. Mjög gott júbiland. Já, þetta er alltaf gaman. En svo náttúrulega stutt í pollamótið. Jú. Þú ætlar að taka þátt í því. Og byrjar að æfa sig fyrir það líka. Þú byrjar að æfa sig fyrir það, já. Það er mitt. Hvernig ertu að æfa þig? Já, ég ætla akkurat. Fór í fótbolta í Boganum. Ok. Og með liðinu mínu og það var alltaf mikið verið umræði grasið í Boganum. Já. Mér var svolítið illt í bakinu eftir það en ok. Ég sleit engin kross. Ég sé að þú ert óbrotinn allavega. Já. En fóruð þið varlegar vegna þess að þið vissuð að grasið er einhvern veginn? Nei. Við gerum það aldrei. Ekki á pollamótinu. Nei, einmitt. Ég hef stundum verið spurður hvort að ég ætla ekki að vera með pollamótinu. Já. Nei, ég skil saman svo. Já. Það er Ég treysti þessu ekki og ég treysti hinum alls ekki heldur. Þannig að ég bara... En þú getur ekki verið svona liðstjóri á kantinum og verið klappstýra eða vassberi? Það er ómikið keppnisskap í mér, sko. Ég verð þarna, sko. Já, ok. Vísa kannski út fyrir læti í stúkunni? Miklu frekar, já. Ég var til dæmis vinafólk við, ég og vinur minn, hann er púllari.
við höfum hort á leiki saman. Einhvern tíma stóð konan hans og fætur og sagði, Jói minn, ég ætla að fara með börnin, þau eru búin að læra alveg nógu mörg nýja orð. Já, einmitt. Og ég segi margt mjög ókristilegt þegar ég tek þátt í fótbolta eða er að horfa á hann. En það er bara svona, þá bara reyni ég að hafa sóknarbörnin ekkert nálægt. Nei. Það er bara betra. En já, eitthvað fleira sem ykkur dettur í hug, svona, sem ykkur gestur búið að segja. Herðu, hún nú fyrir að styttast líka í talandi fótbolta. Það fyrir að styttast í að við getum farið að styðja stelpurnar. Heldur betur. EM, það er alveg að fara að byrja. Já, þetta er náttúrulega bara stórkostlegt og það er svo gaman að fylgjast með svona aðdragandanum og sjá umfjöllunina eins og MBL hefur verið með stelpurnar okkar. Einmitt. Og dætur Íslands, eins og þær eru kallaðar og mér finnst þetta alveg gríðarlega spennandi. Það er svo gaman að sjá líka vakninguna í kvennaboltanum og hvað stelpurnar eru frábærar og ótrúlega góðar og við sjáum stelpurnar okkar hérna á Akureyri hvað þær eru frábærar í Þór K.A. Já. Og svo náttúrulega landsliðið og ég held að við bíðum í ofvæni öll hérna að sjá árangur íslenska landsliðsins. Algjörlega. Og þær eiga góða möguleika í þessari keppni sem er náttúrulega algjörlega meiri áttar. Nú er ég ekki, íslenska kvennalandslið fótbolta er frábært og búið að vera búin að fara í gegnum smá kynslóðagifti núna en við erum með ævintýralega magnaða leikmennana. Heldur betur. Og sem sýnir sig bara því, ég meina Sara Björk er að fara frá Lyon og er í viðræðum hvað Juventus núna held ég. Ég er ótrúlega spenntur en ég hef hins vegar ekki búin að tjekka vitið með hverjum við erum í riðli. Nei. Ég veit að fyrsti leikurinn er við Belgíu. Já. Nei, ég er ekki búin að skoða riðilinn. Nei. En ég held að því ég er ekki mjög mikill knattspyrnu áhuga maður. Nei. Bara svo ég segi það alveg hreint út. Akkurat. Ég er meira í körfuboltanum. Við Ingo tökum þetta. Já, þið takið það. Já. Ég er meira í körfuboltanum. Já. En svona í ljósi hæðarinnar. En mér finnst alveg rosalega gaman að fylgjast með stelpunum. Alveg svakalega skemmtilegt. Já. Og sjá þær. Mikið var nú gaman að sjá okkur bara fara í undanúrslit. Já, úrslit. Þú ætlar þangað? Ég ætla þangað, já. Ég ætla að byrja. Við vinnum þetta bara. Verður ekki bara? Við vinnum þetta bara. Þarna. Það væri gaman að toppa allavega já. Ég býð mjög spenntur. Þannig ef að veðrið verður svona áfram þá getum við allavega hugað okkur það. Við getum horft á fótbolta. Já. Það er rosalega gott. Flottan góðan bolta, sko. Já. Hvað var fleira í fréttum svona síðastliðnu viku? Hún? Verður bæjarstjóri áfram. Já. Stærsta fréttin á kaffinu í vikunni. Já, það ekki? Já. Akkurat. Þið fjölluðu vandlega það. Já, einmitt. Og allir meirhlutar farnir að svona starfa og svoleiðis. Þetta er alveg, það er alltaf að falla í eðlilegan farveg hjá okkur, hjá stjórnsýslunni og hjá sveitarstjórninni. Og bæjarráðsfundir og bæjarstjórnarfundir byrjaðir og ráðsfundir sömuleiðis, þannig að það er bara allt á réttri leið. Já. Og verður gaman að starfa með nýju fólki. Þetta er gríðarlega öflugur hópur. Já. Sem er tekið við. Ekki það, hann var líka mjög öflugur sá sem var fyrir. Hvernig líst þér á nýja bæjarstjórn? Mjög vel. Er það ekki? Jú, ég hlakka til að starfa með þeim. Já. Þetta er náttúrulega gríðarlega mikil, er ekki margir nýjir? Jú, það eru mikil kynslóðskipti og nýtt fólk sem er að koma og það er náttúrulega leggur sig fram við að læra og kynna sér málin og það verður gaman að fylgjast með þeim og sjá hvað þau gera á næstu árum. Já, einmitt. Það er mikil reynsla hérna sem þið eru að fara að sangaða sér? Heldur betur. Þetta er stór skóli að taka þátt í sveitarstjórn. Það er til að vera. Er þið golfarar? Nei. Ekki neitt. Ekki neitt? Til miður. Nei, ok. En það er eitthvað golfmót í dag, eða ekki? Það er ekki hverju ári, hérna í kringum summarsólstöðunar, miðnætur, golfmótið. Ég mitt hérna... Arctic Open. Já, þegar akkurat Arctic Open einmitt, sko. Þegar ég vaknaði morgun og leit upp í fjallið og sá hvað það voru hvítt og hugsaði, guð minn góður, að spila golf. Já, ég gerði þetta einu sinni, ég á golfsett og ég spilaði einu svona ári með ég bjó í Stykkishólmi og fannst þetta alveg sérstaklega skemmtilegt þá, en svo þegar maður er í barnauppeldi og svoleiðis þá vill maður nota tíman í að sinna börnunum sínum. Já, þú er ekki verið einu af þeim sem setti það bara ofan í golf töskuna eða þú veist, jú, það var svolítið þannig. Já, það var bara þannig. Já. Og ég átti dressi, sko. Já, akkurat. En ég hef ekki
handleikið kylfur í áratugi. Nó, það er áratugi, ok. Ég hef einu sinni slegið svona kúlu, Já. ég veit ekki hvað ég er að gera þarna. Nei. Mér langar til að prófa þetta, ég held að þetta sé Já, ég held að það sé líka skemmtilegt. Já, ég gerði þetta þegar ég var ungumil. Hvað heitir liðið þitt? Vinir Linda. Vinur hvað? Linda. Linda? Gamall fótboltamaður úr Þór. Alexander Linda. Já, ok. Skipt eftir honum. Ég skil. Er hann með eða? Nei, því miður. Er þetta bara honum til heiðurs? Já, þetta er bara honum til heiðurs, já. Ég skil. Hafið þið var keppt áður? Já. Ok. Hafið unnið eitthvað? Nei, við stefnum yfirleitt á að detta út í kringum 16 liðúrslitin. Það er takmarkið? Já, það er takmarkið. Er það takmarkið að ná þangað eða takmarkið að komast ekki lengra? Komast ekki lengra. Við sættum okkur í áttulega en... Þetta er frábært takmark. Gjað markmið. Já, akkurat. Er það vegna þess að þá er bara komið langt liða helgina, að það er komið tími að snúa sér einhverju öðru? Já, gott veður. Já, ég skil. Ég er búin að lána húsið mitt á ég hafa áhyggjur. Nei. Ekki að þú lánar honum það ekki þá? Nei, bara að ég vil ekki koma lengra inn í 16 liða og slíkt. Já, nei, þú þarft ekki að hafa neina áhyggjur á húsinu. Er þið gott fólk, takk fyrir komuna. Takk sem leiðis. Og hafið það huggulegt helgina. Já. Hvað ætlaði að gera helgina? Liggjandi sæng. Er það ekki? Jú. Já. Ég get bent ykkur eitt, það verður hlýtt inn á Græna hattinn. Ég ætla að spila þar, ég ætla að fara þangað eftir og spila með hálfvitunum mínum og vera annarkvöld líka. Ég spái hlýindum þar og góðu veðri en annars ætla ég bara að vera undir sæng. Já, ég held að það hljóma mjög vel. Er það ekki? Já. Kæra þakki fyrir komuna, við sjáumst, við eigum eftir að sjást aftur seinna. Já, vonum það. Við vonum það. Og við sjáumst líka rétt á eftir.